Já, þá ætlum við að ræða stjórnmál, stöðu Framsóknarflokksins, jarðarkaup, auðlindir, börn, fair play, íslenskuna. Þetta mun allt bera á góma. Hún komin hingað til mín Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Eruð þið að byrja svona á því að ég rukkaði aðeins viðbrögðu við skoðanakönnun dagsins? Að við erum að fá mælingu sem að sýnir það að miðflokkurinn tvöfalt stærri en Framsóknarflokkurinn. Og það frekar stutt síðan við sögðum frá því á fréttavef okkar og eins á og kom fram sérst í spjalli Sigurjóns Magnúsar Egilssonar við Sigmund Inga að þegar Sigurður Ingi bauð sig fram gegn Sigmundi sem formaður á sínum tíma, þá sagði Sigurður Ingi að það hefði verið til þess að Framsóknarflokkurinn yrði ekki flokkur eins og miðflokkurinn núna. Og þetta voru áhugaverð ummæli og við gerðum þetta frétt og nú þegar maður spyr sig í ljósi þess að Íslendingar tvöfalt fleiri Íslendingar haka við miðflokkin en Framsóknarflokkin í dag. Hvað eigum að lesa út úr þessu? Hver eru þín viðbrögð við því að miðflokkurinn sé núna helmingi stærri en Framsóknarflokkurinn? Ég held að þetta skýrist að hluta að miðflokkurinn var auðvitað með sitt landsting sem svona stóri viðburður flokksins. Mikil umfjöllun, margt í gangi, þannig að eflaust þetta hluti af þeirri, arfleið sem að birtast núna. Ég held líka því að þú veist að tala þennan mun. Auðvitað Framsókn hinn sanni miðjuflokkur. Við erum þarna á milli. Þú horfir á Samfylkinguna, svo Framsókn, svo ertu með hægrið og miðflokkurinn hefur auðvitað fært sig mjög mikið til hægri. Þannig að þetta eru í eðli sínu orðnir ólíkir flokkar og allstaðar, sama hvort að það á Íslandi eða erlendis, að það hefur miðjan átt undir högg að sækja vegna þess að það svo mikil sókn í öfgana og það kannski sem við þekkjum, birtist okkur á samfélagsmiðlunum að fólk reitt í báðar áttir og rýmið fyrir bara samtal málamiðlanir og svona lendingu sem að oftast miðjan kannski eitthvað sem á undir högg að sækja og það að mínu mati við höfum að vera að horfa á það að stækka þar. Ég held að langflestir Íslendingar séu þarna einhvers staðar mitt á milli og kannski umræðan eins og hún birtist oft á samfélagsmiðlum ekki í takt við kannski þá svona mýkt sem að hinn venjulegi Íslendingur vill sjá í stjórnmálum. Þannig að nú bara spurning, nú var fjölmennasti miðstjórnarfundur í sögu Framsóknar helgina og ég var að segja að hann ætla búið að vera alls konar áskoranir og voru stór tíðindi núna helgina með tilkynningu Sigurðar Inga að það sem að stóð upp úr fyrir mér, fyrir utan þau stóru tíðindi var að við vorum með 3 framúrskarandi aðila, ungt fólk til framboðsritara eða rittara Framsóknar eins og einhver orðaði það og svo bara ef maður horfir yfir hverju voru að taka þátt í umræðunum, hvar hafa fréttirnar legið eftir þennan fund, þá hefur það verið hjá unga fólkinu en yngri deildinni, læknanemi sem að fjalla stöðu íslenskunar, við sáum umfjöllun netöryggismál og ungt fólk frá öðrum og svo framvegis, þannig að ég segi bara við... Hlýtur að svíða að sjá fylgi miðflokksins tvöfalt á við Framsóknarflokksins. Veistu að ég auðvitað ný í stjórnmálum eins og þú þekkir og ég á miðjunni af ástæðu. Ég hef trú á því að við þurfum að efla samtal og við þurfum að stækka grundvöllin sem á milli hægrisins og vinstrisins. Þannig að það bara stingum ekki að neinu leyti að einhver flokkur sé að sækja lengst til hægri. Mér finnst það kannski óheppilegt fyrir Íslands samfélag við séum að sjá meira öfga. Þannig að þú sammála Sigurði Inga með það að þú myndir ekki vilja vera í miðflokknum. Nei, alls ekki. Ég á miðju stjórnmáluna af ástæðu að ég trúi á þannig stjórnmál og mér finnst vera mikilvæg þessi grundvallar hugsjón sem að Framsókn byggir á, sem að þessi samvinnu hugsjón að vera að horfa á það að vinna þvert á ólík sjónarmið oft á tíðum til að ná niðurstöðu til að geta haldið áfram. Þannig að það góð pólitík og við höfum að vera að vinna okkur saman en ekki sundur í samfélaginu.
aðeins þessa ákvörðun Sigurðar Inga. Ertu alveg hörð á því að þú ætlir ekki að bjóða þig fram sem formannsefni Framsóknarflokksins? Ertu alveg hörð á því? Það ekki á dagskrá. Það ekki dagskrá, en ertu alveg hörð á því? Er það útilokað? Þú heyrir bara í upptalningunum sem þú fórst inn yfir áðan. Þetta, allt sem þú fórst yfir, það eru málefnin sem að gera það verkum að ég á þingi. Er það alveg útilokað? Já, veistu, það bara ekki á minni dagskrá. Það búið að nóga frambúðum. Nú, mér langar að einbeita mér að því að hafa áhrif á þau málefni. Ég spyr vegna þess að ég heyri oft út undan mér að svona almenningur, einhver hluti almennings kannski utan Framsóknarflokksins, ég veit það ekki, en maður heyrir oft út undan sér að þú sért svona helst að vonarstjarna Framsóknarflokksins. Já, það mikið að góðu fólki í Framsókn og hefur verið hvött til þess að fara í framboð? Auðvitað það alltaf þannig að þú fær það innan og utan flokks. En finnst þér þú vera ung? Sko Snorri honum í embætti. Ég hef bara miðaldra hérna með við þessa. Ung vistinn hjá Framsóknarflokknum, hún náttúrulega mjög stutt. En sko, svo kemur Snorri Másson og hérna hann var varaformaður ári eftir hún dettur í hug að fara og heyra í miðflokksmönnunum sko, eftir hann talaði við sjálfstæðismennina sem sennilega vildi hann ekki og hann að hala upp fylgið og svona hann kemur sem sagt úr einhverju átt og sumir telja að honum fylgi ferskir vindar sama formúlan gæti átt við Framsókn. Gildi líka hana Lilju Rannveig sem við kusum sem ritara núna. Hún kannski ekki jafn stórt nafn ennþá og Snorri hefur markað sig. Það veit engi hver hún er. En hún ég segi, fylgstu vel með þeirri konu. Hún á mikið inni og ég myndi segja og það sé bara dæmi það sem ég var að segja á hana hafi birst mér svo skýrt á þessum fundi. Allt þetta unga fólk birtist í sko kjöri hennar, birtist í því hverju voru að taka til máls, fréttum eftir fundin. Það þessi nýja kynslóð og þessi nýja kynslóð, hún sko 20 árum yngri heldur en ég í dag. Þannig að það það sem að mér finnst vera gaman að fylgjast með. Ég að horfa það í mínu starfi, nú ég búin að vera stutt á þingi, en bara þú horfir á sko minn rauða þráð, hvar hefur hann legið? Ég hef verið að vinna saman hvort að það heima eða erlendis í auðlindamálunum. Þau skipta máli. Og getur þú unnið síður að þeim að þau eru formaður Framsóknarflokksins? Ég allavega að beina sjónum mínum að því að reyna að ná saman vinstrinu og hægrinu í því að hugsa þessi mál. Það mitt hlutverk á þingi, að reyna að vinna það saman. Annað málefni eins og íslenskan. Menna, hvað eiga þessi málaflokkar sameiginlegt? Þeir eiga það sameiginlegt í mínum huga að þetta ekki pólitísk mál í eðli sínu eða ættu ekki að vera það. Það að segja eignarhalds Íslands yfir auðlindum sínum og það að við séum með sterka íslenska tungu, það bara sameiginlegir hagsmunir okkar allra. Þannig að mitt hlutverk hefur fyrst og fremst verið það og það sem ég að einbeita mér að núna að fá fólk til að vinna saman að þeim þingsályktunartillögum sem ég hef sett fram, passa upp á að þessi mál sé á dagskrá. Við áttum frábærar umræður í þinginum til dæmis jarðakaupin daginn. Koma þau rétt bráðum? Já, þannig að það mitt erindi í pólitík það sem ég hef talað í öðrum hlutverkum, að reyna að hafa áhrif á þessi málflokka. En styðurðu einhverja mannesku núna innan Framsóknarflokksins til formanns, dæmis Lilja hefur lýst áhuga á að bjóða sig fram, styðurðu einhverja ákveðna mannesku, viltu nefna eitthvað ákveðið nafn núna? Veistu að ég sagði það eftir tíðindin á laugardaginn. Mér svona einhvern veginn ég veit ekki, Sigurður Ingi hefur reynst mér alveg ótrúlega vel og hann gríðarlega reynslumikill og ég segi það stundum að maður, sko, ég persónulega sækist í því að vinna með fólki sem hefur mikla reynslu, fólki sem ég get lært eitthvað af. Og hann var auðvitað búinn að ganga í gegnum alls konar tíma með Framsókn, bæði þegar hann tekur við sem formaður og líka undanfarið. En mér fannst að vera bara, hvað ég segja, mér fannst að vera stór tíðindi og mikil og
ég veit að hans verður saknað á þinginu, þannig að svo umræðum hver tekur við og hvert skal haldið, það umræða sem þróast og þroskast á næstu mánuðum. Já, þú vilt ekki nefna neinn nöfn hér í dag. Nei, ég vil ekki nefna neinn nöfn, en ég segi bara, sko, eins og birtist á þessum miðstjórnarfundi, góð fréttirnar eru að það eru sko óteljandi möguleikar og framtíðin björt fyrir miðjuna og ég ætla kannski að segja að lokum. Ég aðhyllist þessi sko kaffibolla stjórnmál. Já. Ég held að við höfum horfið allt og mikið frá því að vera að sitja saman eins og við erum að gera hér í dag. Auglitis til auglitis, takast á eða ræða mál og síðan tökumst við í hendur og höldum áfram út í lífið. Sko það eru stjórnmál sem við þurfum að endurvekja. Það var þannig að ég bara horfi á hvernig það var í sveitinu fyrir austan, var tekist á alls konar mál við eldhúsborðið og fólk úr ólíkum flokkum, en svo bara var reynt að leiða mál til lykta. Já. Í dag erum við allt og mikið í því að vera reið, fólk reitt á internetinu, kannski sko í ólíkar áttir við ólíkt fólk, á þess að fólk hafa endilega hist og rætt máli. Já. Og ég ætla að efla þann grunn. Já. Það líka mitt erindi því að þar samheldni. Það smá retro stemning yfir þér. Þú mátt fá þér, þú getur notað tækifæri núna og fengið þér sopa að kaffinu. Ég með eina svona pólitíska spurningu tengda könnunmaskinu í dag sem Bylgjan sagði fyrst frá. Já. Sem að hefur ekki ratað í fyrirsagnir en hann er alveg ótrúlega merkileg niðurstaða að þótt að sé lítill munur þá mælist Viðreisn með meira fylgi heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Hugsaðu þér. Hugsaðu þér breytinguna á landslæginu, hérna pólitíska landslæginu. Þetta ótrúlegi tímar. Já, ég ætla nú að segja líka að sko hlutir eru fljótir að hreyfast til eftir því hvað að gerast í samfélaginu. Já, og þannig að en vissulega það þannig, menn að það birtist bara í sögu Sjálfstæðisflokksins og hvaðan Viðreisn auðvitað klofningur þaðan og svona áhugavert að fylgjast með þessu núna þegar Viðreisn í ríkisstjórn. En ég vissum að þetta ekki sko gleðitíðindi fyrir neitt í Valhöll. Þar hefur nú reyndar allt logað einhverjum handalögmálum hérna innan flokks þannig að við getum sagt að þau hefur ekki mátt við þessu kannski Já, ég skal ekki segja ég segja það aftur ég einbeiti mér að því sem stjórnmálamaður að vinna með fólki sem að í mínum flokk en ég legg líka áslá að vinna þvert á flokka og það mín pólitík. Passa þig þarna? Nei, bara draga saman, fá ólíka aðila að borðinu og leysa málinn til lykta að miðunni. Það góð pólitík. En þú veist í hvað ég er að vísa. Já, það alls ekki. Það meira í takt við fyrri. Það í takt við fyrri hlutan sem þú vísaðir í með miðflokkin, kannski heldur. Við skulum þá snú okkur af þínum hugðarefnum helstum. Ég las yfir tillögu þína til þingsályktunar jarðakaup til erlendra aðila og það mál var rætt, var það í síðustu viku, ekki? Jú, akkurat. Og þar svona kjarni málsins kannski, þetta nú sjónvarp en ekki dagblað. Ef maður gerir tilraun til þess að endur sig í örfáum orðum, þá sem sagt, þú vilt fá hömlur á tækifæri erlendra aðila til þess að kaupa jarðir. Þú hefur áhyggjur af flutningi jarðefna. Það eru orkumálin, það vatnið. Þú varst hjá Orkustofnun hve lengi? Hvað 4 og eitthvað ár, eitthvað svoleiðis í heildina. Já. Hvað stærst í þessu? Er það vatnið? Í raun og veru þetta samspil, en kannski við byrjum bara á stóru myndinni. Hvernig hefur auðlindasaga Íslands verið? Það þannig að við eyðum tíma í því þegar bara þetta hluta okkar sjálfstæðsbaráttu að það að berjast fyrir yfirráðum yfir okkur auðlindum. Og þar auðvitað sko, þorskastríðin við Breta,
dæmi sem við þekkjum öll, en svo það líka þessi saga Landsvirkjunar, að þegar við förum í að stofna Landsvirkjun fyrir 60 árum, að þá það ákvörðun að kaupa tilbaka vatnsréttindi sem hafði að hluta til verið í eigu erlendra aðila, stofna fyrirtækið og taka þessa ákvörðun að við skildum eiga virkjanirnar, við skildum eiga auðlindirnar og virkjanirnar, en að þeir sem að nýttu raforkuna gætu verið ólík fyrirtæki. Og það svona grunnurinn af okkar sögu og bara við horfum bæði tilbaka í sjávarútvegi og líka í orkumálum, að þá þessar greinar voru ekkert að skila einhverjum stórkostlum ábata fyrst. En hugsaðir að samt voru þetta algjörlega lykil ákvarðanir fyrir okkur í dag, það að segja 60 árum seinna. Og við erum dálítið þegar kemur að jarðamálunum á svona krossgötum eins og við vorum fyrir 60 árum í hinum málflokkunum, eða 60 árum í orkunni og kannski ekki alveg sömu tölu í þegar kemur að sjávarútveginum. En við erum á sömu slóðum því að við höfum verið að selja jarðir meira og meira, við opnuðum allt með EES-samningnum, síðan tóku flest lönd sem gerðu það eins og Norðmenn skref tilbaka, en við höfum ekki gert það á nægilega sterkan hátt. Nei, erum við að kenna frjálshyggjutímabilinu eða? Í raun og veru bara var verið að horfa á það að að versla með jarðir væri bara eins og hver önnur vara og þjónusta. En þegar við erum að selja jarðir, að þá erum við að selja með eins og löggjöfin hér í Íslandi, erum við að selja vatnsréttindi sem við börðum staður fyrir, kaldavatni. Við erum að selja jarðhitann og við erum að selja jarðefnin. Og ég tóldi í að þarna að segja, heyrðu, það annars vegar takmarkanir. Við skulum ekki vera svona einföld að halda það að það skipti ekki máli að við eigum ekki auðlindirnar okkar. Þetta bara þjóðaröryggismál. Og síðan það hitt að þá segir fólk kannski, heyrðu, má þá ekki nýta neitt eða má ekki vera með neinar fjárfestingar í neinu. Og þá ég einmitt að fara yfir þarna að það þarf að útfæra málið þannig að þú getur verið með tímabundin nýtingarleyfi til að nýta eitthvað ákveðið, en eignarhaldið á auðlindinni á alltaf að vera okkar. Þannig að það þessi grundvallarmunur. Hvernig best að hegða lögum og reglum þetta þá? Já, það í raun og veru ýmsar leiðir sem eru færar innan EES-regluverksins og við erum að vinna innan þess og það Norðmenn eru til dæmis með að þar þurfa eins og sveitafélögin að samþykkja þegar kemur að slíkri sölu. Þeir eru með miklu ríkari ábúðarskyldu til dæmis, þannig að Danir eru þetta frægir fyrir sína fastegna hömlur á að selja erlendum aðilum fasteignir því að þeir voru hræddir að Þjóðverjar myndu kaupa upp alla sína fasteignir á sínum tíma. Þannig að það að rýna regluverki betur og setja inn fleiri hömlur þannig að þetta sé ekki hægt og svo skerpa því að eignarhald bara heilt yfir þegar kemur að auðlindamálum sé okkar og að nýting geti hins vegar farið fram að ákveðnu leyti í gegnum nýtingarleyfi. Alveg eins og til dæmis í auðlindaríkjum eins og Ástralíu, þá getur við verið með nýtingarleyfi á jarðefnum en ríkið á auðlindina. Þetta tvennt ólíkt. Ætti það að eiga við af því að það segir í þingsályktunartillögunni fram hefur komið að kaup erlendra aðila og jörðum til útflutnings á jarðefnum í undirbúningi á Mýrdalssandi. Já. Upphaflega hugsunin á bakvið lög nýtingu jarðefna var meðal annars að bændur og vegagerðin hefðu auðvelt aðgangi að möl og sandi til að byggja fjárhús og leggja vegi í lögunum var ekki ætlað að stuðla að útflutningi jarðefna. Þetta dæmi einstakt mál sem að Þetta dæmi, já. Þarf að ræða þessu samhengi? Já, því að hugsa þér að þegar það verið að hanna löggjöfina jarðefnanýtingu, þá var þetta akkurat þannig. Bændur voru að byggja hlöður, það var verið að leggja vegi og það þurfti að vera bara auðvelt fyrir vegagerðina að ná í jarðefni nánast hvar sem Þetta voru lítið magn í þessar byggingar, þessar vegagerð. Síðan sami rammi einhvern veginn í gildi núna þegar við erum að horfa á að þú megi fara í stórtækan útflutning á nánast fjöllum eða fellum.
Þannig að þetta dæmi lagaramma sem hannaður fyrir allt aðrar aðstæður heldur en eru í dag. Og við höfum kannski ekki, við höfum verið ekki nægilega mikið með puttan og púlsinum, ekki átta okkur á því sem ég hef séð svo vel þegar ég hef búið erlendis, ekki síst þegar maður hefur verið á ferðalagi eða dvalið eins og í Afríkuríkjum, að það svo mikil ásókn í því að kaupa land sem auðvitað ræktarlandir eða eitt og þessar auðlindir þegar fólk með langtíma hugsun í huga og mér finnst alltaf áhugavert að því að ég hef unnið við að fjármagna hluti og annað í Bandaríkjunum að fyrir efnafólk að þá það að kaupa jarðir á Íslandi. Þetta eins og að kaupa sér Prins Pólo og kók út í búð. Þetta eru svo litlir peningar að við megum ekki vera einföld gagnvart því að það sé verið að selja stöku jarðir eftir einhverja áratugi mun hafa teiknast upp þá ákveðin heildarmynd. Það myndi nú hvína í tálknum einhverja höfuðborgarbúa ef einhverjum dytti í hug að saxa niður Esjuna og flytja hana í skipum til vinnslu verðmæta utan landsteinana. Ég tek svona þetta sem dæmi. En svo líka fólk sem að segir landið fíkur, jarðefni fjúka á hverjum degi út að hafið eitthvað fínt að við fáum business út úr því að einhverjum detti í hug að flytja út vikur eða sand eða eitthvað. En þú vilt ekki koma í veg fyrir það, þú vilt bara hafa taumhald á þessum business. Í raun og veru taumhald á eignarhaldi auðlindarinnar. En síðan getur verið að horfa á það til dæmis og ætlar að flytja út jarðefni að það sé veitt nýtingarleyfi í einhvern ákveðin tíma og það getur verið í það mörg ár, það þarf þá að vera í það mörg ár að það sé arðbær fjárfesting og þá þarf bæði að horfa á umgjörna í kringum nýtingarleyfin og það getur falið í sér fjárfestingu og skapa störf og annað og svo þarf að huga því, erum við tilbúin til að selja það á þess að sé kostin eitt. Viljum við flytja út stóran hluta á þess að sé nokkur auðlinda gjöld í sjálfu sér á slíkum efnum. Þannig að það bara umræða sem á eftir að taka. Já, einmitt. Af því að þú varst að tala vatnið áðan. Við höfum dæmi lönd í til dæmis Suður-Ameríku þar sem að aðgengi almennings að vatni bara hreinlega orðið takmarkað út af hræðilegum mistökum sem stjórnvöld gerðu og alls konar einkavæðingu og öðru slíku. En það ekkert mjög mikil umræða þetta hér. Kannski vegna þess að við höfum vanið svo að geta gengið í auðlindirnar eins og það væru óþrjótandi. Við heyrum að það sé svo mikið til að vatninu og það er svo mikið til að orkunni og svo framvegis. Þannig að það svona kannski einhver menningarleg hvað maður að segja hugmynd okkar ofgnótt á þessu sviði sem að gæti valdið því að við erum með lokuð augun. Tek undir það. Ég held að bara ef ég vitna svona í persónulega sögu þá var ég ekki mikið að hugsa jarðhitann fyrir en að ég flutti út og þurfti að vera í griflum af því að mér var svo kalt að hita erlendis. Þannig að ég held að við kannski þekkjum ekki hversu mikið lífsgæði og við erum auðvitað fræg fyrir að fara ekkert sérstaklega vel með okkar, við erum ekki nýtni ekki í forgrunni endilega í okkar auðlindanýtingu þó að við höfum kannski verið að taka skref í rétta átt á undanförnum árum. En já, það það sama hvað varðar vatnið. Flestar þjóðir hafa kortlagt sína vatnsauðlindir út í ystu æsar og þetta til dæmis hefur verið mikið rætt núna í Noregi nákvæmlega þetta mála því að Norðmenn eins og önnur ríki átta sig á því hversu mikil verðmæti þetta eru í hlýnandi heimi og þau fyrirtæki sem til dæmis hafa verið að flytja út vatn héðan þau hafa verið að kaupa land sem að þá þessir auðlindir fylgja með það hefur ekkert endilega verið það sem þau þurfa bara nýtingarleyfi til að geta nýtt auðlindina í ákveðin tíma þannig að við þurfum bara að skerpa á þessari umgjörð bæði varðandi eignarhald á landi og svo varðandi hvernig nýtingarleyfi eru og bara til að bæta við að af hverju þetta líka orðið svona áþreifanlegra mál í dag
það líka vegna þess að staða bænda hefur farið svo versnandi á undanförnum árum og áratug eða tugum mætti segja að því að áður þá varu þetta sko landbúnaður nánast á hverjum bæ, bara að hugsa ekkert svo mörg, kannski það eru kannski orðin 20 ár, við förum 15-20 ár aftur í tíman og þá voru það bændur sem voru sko ákveðnir varðmenn þessara auðlinda. Við óttuðumst ekki að einhver myndi eignast þessara auðlindir en þegar staða bænda orðin svona veik eins og hún í dag að þá auðvitað skapast líka freistnivandi þegar fólk getur ekki lifað af landbúnaði. Þannig að hluti líka sem var rætt í þessari umræði á þinginu var hversu mikilvægt það fyrir okkur að líka horfa á stöðu bænda bæði í samhengi við þessu auðlindasjónarmið en líka bara í samhengi við það sem nú sko ofarlega á baugi þessa dagana sem eru öryggismálin, fæðuöryggi og annað. Víkjum þá talinu að börnum. Já. Líðan barna, læsinu, frammistöðu skólum. Já. Ofbeldi. Já. Það svona, ég veit ekki hvort maður á að segja að sé einhver vakning í gangi eða hvernig það en sko eitt af því sem að maður hefur svona velt vöngum yfir, það sko ég var hljóðast með Eirík Jónsson fyrir formann Kennarasambands Íslands skólamann til margra áratuga hann sagði að ægin hér væri bara miklu minni í skólastofunum heldur en í nágrannalöndunum og nú veit ég að þú ert ekki skólastjórnandi, þú ert ekki kennari, þú ert þingmaður en sko bara ef við byrjum á menntamálunum það virðist vera sem það sé ekkert smá átak sem við þurfum að standa fyrir og mjög fjölþætt og koma mörgum áttum. Eiginlega liggur mig við að segja að margt bendir til þess að við séum bara með allt niður okkur. Hvert matlit á slíkri staðhæfingu? Já, ég heyrði nú formann Kennarasambandsins tala að það þyrfti einhvers konar bara heildstætt átak í þessum málaflokki og ég ætla bara að taka undir það. Ef við byrjum á aganum að þá allan að geti sagt að ég hef ekki reynslaði að vera með barn í skóla á Norðurlöndunum en ég hef reynslaði að vera með barn í skóla í Bandaríkjunum, í grunnskóla og það var miklu meiri ægi heldur en hérna heima og ég held að það séu tækifæri fyrir okkur að hugsa sérstaklega hvernig viljum við hafa umgjörð í skólastofum og auðvitað það líka sko eitthvað sem reynir á okkur foreldra að passa upp á það að við séum að brýna fyrir börnunum okkar hvernig maður eigi að haga sér í skólanum og svo framvegis. Ég held að heilt yfir séu við Íslendingar svona aðeins agalausari sem auðvitað kannski nátengt sköpunarkrafti og svona því að þurfa að bjarga sér. En manni líður eins og það hafi verið tímabil sem að það var bara styrkur okkar að við höfum ekki endilega þurft að bíta úr nálinni með það. Ég veit ekki hvað hefur breyst núna. Það sko, að því þú varst að tala ofbeldismálin, þá var eitt af því sem var fjallað núna á laugardaginn að unga fólkið stóð fyrir sérstöku málþingi stöðu barna og það var fjallað tvennt sem að mér finnst vera mikilvægt að við hugleiðum í þessu samhengi. Annars vegar var það aukna tíðni ofbeldis sem að eru tilkynnt til lögreglu fjárhagsstaða virðist spila þar inni líka bakgrunnur eins og börn sem koma frá heimilum sem eru veikar einhverju leyti börn sem eiga foreldra sem hinga flutt erlendis frá þannig að það eitthvað sem þarf að hlúa að og skoða sérstaklega. Já, og það verður að mega ræða allt þetta upphátt. Vistu að við verðum að gera það. Við verðum að með því að ræða og greina þá eru við að vinna því að ná fram lausnum sem þarf að innleiða. Og það er mjög mikilvægt að ná utanum hvað er verið að horfa á. Eins og kom fram í tali verkefnastjórans hjá lögreglunni þessi mál varðar
að þá hluta því að það séu aukningi tilkynningum ofbeldi, sennilega vitundavakningin. En samt sem áður virðist ofbeldi vera aukast líka heilt yfir og ég man, við fjöllum sérstaklega kynferðisofbeldi gagnvart börnum núna sem sagt í vor og tölurnar eru sláandi, það allavega 1 ef ekki 2 tilfelli sem eru tilkynnt til lögreglu á viku. Þannig að það hérna stór áskorun sem að auðvitað, ef maður horfir bara á málefni barna, kannski spilast saman við líðan barna og þar leiðandi frammistöðu í námi. Og síðan það stóra málið sem að við þurfum að fara að hugleiða betur og svona aðeins að ákveða hvort við ætlum að gera einhverja breytingar eða skipta gír að einhverju leyti. Og það eru málefni samfélagsmiðla. Og það svo sláandi í mín eyru að heyra að sko börn að koma í ungbarnavernd og þau eru bara með síman fyrir framan sig með að vera að vigta þau. Og meðan að mæður eru að gefa brjóst. Hvað eru þau gömul í ungbarnaverndinni? Þau eru bara nokkra mánaða. Ertu ekki að grínast? Nei, þetta eru þessu... Halda foreldrar símanum bara? Ekki, það ekki almennt, en ég að segja bara að þetta algengur og algengara. Hvað er þetta? Fólk eru auðvitað að margir á yfir snúning, það er mikið álag á flestum foreldrum. En það sýna alla rannsóknir í samhengi við frammistöðu í skólum að áhrif símanótkunnar og samfélagsmiðla bara þá sért með að símaði nálægt þér truflar hugsun og einbeitingu og þetta beintengt sína rannsóknir við svona ADHD erfiðleika einbeitingar erfiðleika og vanlíðan og öllur þessu samanburður og annað sem að fer fram þarna þetta líka orðin meira átt að truflun á bara líðanst barna og þar leiðandi kannski líka frammistöðu í skólum. Vandinn við okkar tíma sá að við gátum áður sko farið í þjóðarsátt og svona farið í miðstýrð átök með bara bullandi forræðishyggju undir, en núna forræðishyggja bannorð og vandinn sá að það er svo erfitt að ná samkomulegi að bara, sko, ef við ætlum að skrifa nýjan samfélagssáttmála, þá eins og við þurfum samt að hafa bara óskrifaðan. Og það ekki hluti vandans? Ég held að það sé klárlega hluti vandans að geta einhvern veginn, hvað ég segja, þetta eru óþægilegar ákvarðanir. Ég finn það á bara í stjórnmálunum, það til dæmis að hvort við að banna snjallsíma. Það fer alltaf yfir í hvort við að setja frekar samræmda leiðbeiningar. Akkúrat. Í staðinn fyrir að við getum verið, og ég var að hvetja ráðherra menntamála daginn, sko þeirra rannsóknirnar sýna þetta allar og það sýna auknar líkur á vanlíðan og erfiðleika í einbeitingu. Það eru þeir hlutir sem við erum að glíma við þegar við horfum á frammistöðu. Það eru skortur á einbeitingu, þar að segja verri námsárangur og meiri vanlíðan ungmenna. Hvernig væri bara að sýna smá djörfung og dug og taka afgerandi afstöðu og með börnunum okkar og geta þá hugsað, heyrðu, við getum þá alltaf tekið skrif tilbaka. Mogginn segir að menntamálaráðherra sé inn í einhverjum bönkar núna, svar ekki spurningum um þetta og eitthvað fleira og sko, ég veit ekki hvort það er rétt eða hvort það er bara einhver erfiðleikar á milli Morgunblaðsins og þessa ráðuneytis en ég veit það að manni finnst pólitíkin ekki draga vagnana sem skildi miðað við svona spurningar almennings og bara vandamálin á heimilunum og auðvitað. Ég get sagt þér að því ég kem nú úr var áður orkumálastjóri þar sem maður er að vinna í að undirbúa frumvörp og svona vinna vinnuna að mörgu leyti. Að eitt af því sem hefur valdið mér ákveðnum vonbrigðum í stjórnmálum hvað þetta er mikil fyrirsagnapólitík. Að fara og segja eitthvað í staðinn fyrir að gera eitthvað. Og ég held að við þurfum að vera miklu djarfari í að sko framkvæma og minna í því að sko tala í fyrirsögnum. Já, og inn í því að framkvæma umdeildar ákvarðanir.
Já, svo getur það líka, þú kannski varst varfið það, ég var með tillögu núna í síðustu viku sem er mjög lausnameðuð, sem að snýra íslenskunni, sem er líka ástæðan fyrir því að okkur gengur illa í menntakerfinu, að við erum komin með mjög hátt hlutfall erlendra nemenda í bekki og það er bara gríðarlega mikið álag á kennurum. Já, og aðra nemendur líka bara. Já, algjörlega og þetta er eitthvað sem skiptir. Og við eigum ekki að setja erlenda nemendur inn í bekki óundir búið sem ekki tala, við eigum ekki að leggja þessar aðstæður á börnin. Já, sko, ég held áður að þegar við vorum að fá, þegar þetta voru sko færri einstaklingar, þá skipti þetta í sjálfsögðu máli. Slapp einhvern veginn til. Já, núna erum við með 50.000 auka aðila sem hafa flutt til landsins á síðustu árum. Og 50.000 manns er risatala. Margir ákveða að setja stað og við erum að tala um 20% í sumum sveitafélögum, til dæmis á Suðurnesjunum, Vík í Mýrdal til dæmis og líka held sér 20% í bænum. Að auðvitað skiptir þá máli að ná utanum tungumálið, því að tungumálið er grunnurinn að því að samheldni samfélagsins, við séum ekki með við og þið menningu og líka bara fólki gangi vel að læra. En að því þú varst að tala um þetta að setja fram lausnir og leiðir, að þá var ég að leggja fram í síðustu viku þingsályktun sem snýra því að fá fleiri að borðinu. Að því ég vorði vör við það að fólki skortur þetta tækifæri til að æfa sig í íslenskunni. Og það fann maður að það voru margir sem að sko, þó að yfirgnæfandi meiri hluti hafi stutt þessa tillögu sem að sneri að því að fá eldri borgara meira, bjóða þeim upp á greiðslu fyrir að taka þátt í samtalsþjálfun, að þá voru ýmsir sem að hrifsa frá þeim rólegt ævikvöld og senda þau eftir í vinnuna. Það er einlega til að horfa það, en ég ætla að segja sko, hvaðan þessi hugmynd er komin. Málið er það að það er fullt af fólki, fullt af eldra fólki, við lifum lengur, sem að vill láta meira til sín taka í samfélaginu. Já, ég er bara að grínast. Já, en þetta var eitt af því sem var rætt. Þannig að það er fullt af fólki sem að myndi vilja fá auka tekjur án þess að skerði sín lífveri eða almannatryggingar. Og glæðir hvern dag nýjum tilgangi með því að hafa hlutverk. Með því að hafa hlutverk og hvað er það bara grunnurinn af lífsfyllingu? Það er að hafa hlutverk í samfélaginu. Og síðan og það er eitthvað sem að ég hef séð, því til dæmis séð það í yfirsettum, háskólarnir eru með, þegar ég vann í háskólum í Reykjavík, að þá er sko hópur af fólki sem kemur og situr yfir prófum og tekur þátt í starfi háskólans og þetta verða bara mjög mikilvægir meðlimir okkar samfélags. Þannig að ég held líka að það sé gríðarlega mikilvægt, þetta sé tækifæri fyrir suma, þetta er auðvitað dæmi um eitthvað sem er valkvætt, valkvætt. En svo held ég líka að því að við erum að tala um að efla sko, þekkingu okkar menningu og samfélagi, að þá eru eldri borgarar mjög mikilvægir hvað það var þar. Og svo verð ég að segja líka, því að ég lærði frönsku svona, ekki af einhverjum faglegum kennara sem var nokkuð kannski hinn gagnrýninn, hvort þetta þyrfti að vera faglegur íslensku kennari. Við þurfum að fjölga þeim, það er alveg ljóst mál. En í því bara hjálpa sko ólíku fólki að æfa sig. Að það er, þú þarf kannski ekki að vera menntaður bara til að geta átt samtal. Og samtal getur líka spunnið af sér sko leiðsögn samfélagið, vináttu. Við þurfum dálítið meira af þessum sko kærleik, held ég. Sammála því. Ég veit að ég þarf að skilja við þig núna, þú ert að fara á fund, við erum búin með tíman sem að við rættum að þú myndir ná að verja hér við rauðaborðið, en það er aðeins með íslenskuna og þessa blessuðu inngildingu að sko maður heyrir neikvæða raddir sem snúa í rauninni öll á haus, finnst mér, eða hvolf, að sko þegar við fáum nýtt fólk til Íslands þá er það okkar hlutverk að búa þeim umhverfi þannig að alls börn geti lært íslensku. Það er á okkar ábyrgð. Það getur ekki verið á ábyrgð barnanna
að þau einhvern veginn fóti sig strax í nýju tungumáli. Til þess þarf pening, það þarf fleira starfsfólk og svoleiðis og það er nú ekki vinsælt á þeim tímu sem við lifum núna. En mér langar bara svona að nefna þetta sem mína skoðun að mér sýnst sem menn sé að snúa við ábyrgðinni. Kannski er þess vegna sem að Miðflokkurinn er orðinn helmingi stærri en Framsóknarflokkurinn að þeir eru málstæðir í þessum efnum sem að svona skellir sök, skuld á nýja fólki okkar, innflytjendur. Sko hér verðum við að hugsa það langflestir sem eru að koma til landsins eru auðvitað að vinna í heilbrigðiskerfi, eru að vinna í okkar samfélagi, byggingariðnaði og annað slíkt. Þannig að það er mikilvægt að horfa á þetta er langflest fólk frá öðrum Evrópuríkjum og við þurfum að horfa á þessa þætti í samhengi við atvinnustefnu og ég held að sé mikilvægt spurningar eins og hvað getur við vaxið hratt, hvað er sjálfbært. Það er bara ábyrgt af stjórnmálum að spyrja slíkra spurninga. En þegar við erum að fá hingað fólk til landsins, þá getur tekið undir að það er mikil ábyrgð að við leggjumst á eitt við að fólk læri hér tungumálið okkar sem er límið. Brúabilið og þar hef ég verið að leggja til að auki fjármagn í núverandi fjárlögum akkurat inn í skólakerfið en líka inn í atvinnulífið til þess að ná utan um þetta og ég held þetta sé sko margþætt. Það skiptir máli að krakkarnir þeir læri på sérstakann stuðning því að það hefur svo mikil áhrif bara upp á framtíð þeirra. Það skiptir máli að atvinnurekendur, sko þú átt að geta farið í bakari eða hvert sem er og tala íslensku. Gerum smá kröfur. Já, og fyrir þá sem að hugsa alltaf í peningum. Já. Furðulegt að það sé ekki meiri áhersla lögð á það að þetta eru eiginlega okkar dýrmætustu Íslendingar, gott fólk sem kemur hingað, börn sem yngi upp þjóðina, eru verðandi, vinnandi hendur, skilurðu? Og mættu nú, við mættum einblína minna á hendurnar og meira á huga þeirra því að hér er ofmenntað, hér er fólk með mjög góða menntun sem fær ekki vinnu við hæfi og af erlendu bergi brotið en þarna er svo mikið tækifæri. Ég held að lykillinn í því núna þetta er svona hálfgerða krosskundur eins og bara með auðlindamálin að við verðum að átta okkur á því að þegar við tölum innviða fjárfestingar eins og brýr og vegi til að tengja saman sko ólíka bæi eða byggðir á landsbyggðinni það er mjög mikilvægar innviða fjárfestingar en tungumálið okkar það eru brýrnar á milli okkar og ef að við náum ekki að halda því lími sterku að þá mun samfélagið okkar byrja að trosna í sundur. Við munum sjá meiri átakamenningu alveg eins og hefur gerst annars staðar. Og ég hef búið í löndum, til dæmis Belgíu og Frakklandi, þar sem hefur orðið átakamenning. Ég vil ekki sjá svoleiðis þróun hér á landi og það er skylda stjórnmálamanna að vera ekki að skrifa einhverja greinar í blöðin bara að íslenskan sé fögur og mikilvæg. Heldur við séum að setja þetta fjármagn. Sjá það er raunveruleg fjárfesting í þessum innviðum og það sé verið að setja ólíkar lausnir. Ég nefndi eina hún geti verið sko hluti af 20 lausnum sem þurfa að vinna saman. En við verðum að þora að setja frá lausninnar og ræða þær því að annars gerist ekki neitt. Já. Það er bara skuggalegt hvað við erum sammála alla hluti við getum verið í sama flokki. Velkomin í Framsókn, vinur. En svo er aðri sem segja Halla Hrund á ekkert erindi í Framsókn, hún á að vera einhverjum allt öðrum flokki. Ég er eðlilega eins og þú heyrir hér. Ég er að byggja brýrnar á meðinni og það er það sem skiptir mestu máli. Og þú lætur 6% að fylgja ekki fipaði þennan daginn en ætlar að sækja fram og verða stærri en miðflokkurinn áður en gengi verið til kosninga. Ég ætla ná árangri fyrir þau málefni með samstarfsfólki í Framsókn og öðrum flokki. Það er það sem skiptir mestu máli við séum að ná árangri fyrir samfélagið okkar. Er engin leið að etja þær út í einhver óvarkár asnalega ummæli? Þú eru að halda mér ansi lengi til þess. Er þið ljómandi gott. Kæra þakki fyrir komuna Halla Hrund og afsaka að ég svindlaði aðeins á tímanum. Takk fyrir mig. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is